Kokhlust er leiðslan sem liggur úr eyranu og niður í kok. Hún liggur inn í innra eyrað innan við hljóðhimnuna. Ef við prófum að teikna þetta upp þá er hlustin hérna, ytra eyrað hér einhvers staðar, svo er hljóðhimnan, svo kemur innra eyrað og svo kuðungurinn, hérna eru heyrnarbeinin. Og ef við erum með kvef eða eyrnabólgu, sýking annaðhvort í kokinu sem er þá hérna megin eða í innra eyranu sem er hérna megin, þá vill þessi kokhlust stíflast og þá raskast þrýstingurinn í innra eyranu því að kokhlustinn sér um að hleypa lofti inn og út hérna, þannig að það sé réttur þrýstingur á hljóðhimnunni. Þannig að það getur hæglega myndast of mikill þrýstingur í innra eyranu ef að kokhlustinn stíflast og þá fáum við verk í eyrun. Þegar við förum í flugvél og flugvélin tekur á loft eða lendir eða erum bara í bíl sem er að keyra upp eða niður fjall, þá breytist loftþrýstingur mjög hratt og þá fáum við stundum verk í eyrun eða bara hellu fyrir eyrun af því að þá breytist þrýstingurinn skyndilega og kokhlustinn, hún vinnur ekkert mjög hratt, hún er yfirleitt lokuð en þegar við hreyfum kjálkann, þannig að fá sér tyggjó eða eitthvað svoleiðis, það hjálpar til því að þá opnast alltaf annað slagi fyrir þetta og þá jafnast þrýstingurinn út. Þannig að bara með því að hreyfa kjálkann eða jafnvel halda fyrir nefið og loka munninum og blása, þá jafnum við þrýstinginn út. En kokhlustinn er sem sagt leiðslan sem liggur frá innra eyranu og niður í kok.